Komið sæl aftur, kæru samstæðurvinir. Það mér sannur heiður að svona slá botninn hér í þetta maraþon málþóf sem staðið hefur yfir hér helgina. Við settum okkur það markmið að setja heimsmet í beinni útsendingu og við stóðum heldur betur við það og söfnuðum í leiðinni nýjum áskrifendum, alveg fjölmörgum, einhverju hundruðum og gamlir áskrifendur þeir einnig svona juku við framlag sitt sem mjög ánægilegt og með þessu hafið þið öll hjálpað okkur að tryggja starfsemi stöðvarinnar og dúndur vetrardagskrá en við munum taka okkur nokkra daga í sumar og svona vinnuleyfi og mætu svo aftur hér fílaldileiks en hér með mér í þessum lokanikk engin annar, það rockstjarna í húsi, það náttúrulega þýðir ekkert annað en að enda þetta með stæl Ég var rockstjarna, ekki? Já, svona veistu hver ég var Nei, þú ert rockstjarna lífsmýns Krummi Björgvinsson, vertu velkomin Takk hérlega fyrir boðið Gaman að vera komin. Bara svo frábært að við höfum talað oft að taka þetta spjall og svona viðtal, ítalegt viðtal. Ég held ég að við fyrst beðum það fyrir svona 15 árum á Fréttablaðinu. Þá varst eitthvað, nei. Nei, segja nei við viðtal. Ég held að með þess að Gunnar Smári hafi boðið mér að koma á Rauðaborðið og ég einhvern veginn áþakkaði. Ég var upptekinn við eitthvað annað. Já. En loksins ég hér. Hér ertu. Og hér allt rautt. Og hér allt rautt. Það svona Twin Peaks fílingur við það? Já, það er þægilegt. Ég held að rauður litur þótt hann sé, fullur af, alls konar sterkum tilfinningum, þá það líka alveg róandi litur líka. Það ekki? Jú, hann svona... Það heitt. Það vissulega, svona notalegt, eins og við segjum. Það verður mjög notalegt hérna í þessu stúdíói. En kannski bara, mér langar svo bara að svona fara svolítið svona á dýptina. Hver Krummi? Það þekkja þig allir. Ég meina, þú eins og ég segi, rockstjarna með stæl og einhvern veginn hefur svona svo þróað ég veit ekki, kannski svona þinn stíl og þinn presens svona í fjölmiðlum, seinna meir fjölmiðlamaður, náttúrulega sjálfur og mikill brúskari. Já, fólk segist, þú segir að fólk þekki mig, en það kannski ekki alveg rétt. Ég meina, þekkið við ykkur? Nei, einmitt. Þú innst inni. Akkurat. En ég hef aldrei litið á mig sem rockstjörnu nema kannski þegar ég var yngri. Þegar ég var ungur maður. Þú varst alveg svona íkt mikið stjarna. Já, ég meina, það var ekki annað hægt að nema leika þetta hlutverk sem var settur í og ég gerði það alveg ágætlega og sem betur fyrir brendi ég ekki marga brýr á baki mér þrátt fyrir það gerðist. Og þannig lærir maður, þannig byggir maður sjálfan sig upp. Þú ert einmitt, við töluðum það í bílnum og leiðninga að ég á núna dóttur sem gömul og ég var þegar ég kynntist þér og ykkur strákunum. Ég var bara eitthvað svona 17 ára stelpa með stjörnur í augunum, yfir rockstjörnunum. Og þú varst ekkert voðalega hrifin að því að hanga með mér. Ég meina, það náttúrulega, þegar maður að gera tónlist og tónlist sem þú ert að gera verið vinsæl þá náttúrulega svolítið svona að maður eldurinn og þú dregur að þér allskyns fólk. Litla stelpur. Já, stelpur og litla stráka líka. Litla stráka líka, einmitt. Og við vorum litli líka, þú veist. Hvað voruð þið gamlir hann að? Þegar við fyrst... Svona þegar þið sláið í gegn, ég meina. Þegar við sláum í gegn, já. Þá ég náttúrulega eiginlega bara 20 ára gamall. Tvítugur. Þá ég bara tvítugur, Við tökum þátt í músíktilraunum. Búin að vera náttúrulega í öðrum hljómsveitum og vera í bílskúrnum að sem sagt að slíðra sverðið vera að æfa sig bókstaflega og maður mjög ánægður að geta fundið hljómsveitarmeðlimi sem
voru tilbúin til þess að vera með þér í hljómsveit og spila tónlistina sem við vorum tilbúin til þess að spila. Þetta er nefnilega svolítið svona einstakt sko, að harmonisera svona með einhverjum. Það var bara mjög mikið afrek að finna réttu manneskjunnar til þess að vera með þér að spila með þér í hljómsveit og finna æfinguhúsnæði og sem var bókaður fyrstu tónleikarnir og það var meira áttur afrek. Í dag er þetta kannski aðeins öðruvísi því að það er miklu aðgengilegra allt. En eins og við vorum að tala að þá náttúrulega kynnist maður allskyns fólki á þessari leið upp. Og eitthvað sem maður þarf að muna líka þegar maður er að kynnast fólkinu eða fólki á leiðinu upp þá þarf maður að koma vel fram við alla af því maður hittir þetta fólk á leiðinu niður. Það er svona eiginlega besta ráð sem ég hef fengið. Það er mjög fallegt. Sem ég alltaf reyndi að hafa með mér. Eða svona ljúfsárt. Já, ég meina það bara er þannig. Það er náttúrulega bara, þú veist, þetta ris og fall og þannig lærir maður á sjálfan sig og þannig lærir maður á lífið. Hvernig varstu sem krakki? Ég sem krakki var mjög ofvirkur. Móðir mín sko man betur eftir mér áður en að ég byrjaði að mynda minningar lífið sem krakki. En ég var ofvirkur, ég var mikið fyrir að leika mér, teikna og mála og fara út að leika mér og vera sent út á kvöldin og grátbiðja móður mín að leiða mér að vera úti í skotbolta eða hvað sem var sem við vorum að leika okkur á þeim tíma. Og var mikið svona barn sem hafði gaman að því að leika mér. Ég var svona svolítið sveimhugi, draumkenndur. Sen átti ég nú ekkert voðalega skemmtilega skólagöngu þannig sen nema ég kynntist náttúrulega yndislegum vinum og ég sóttist í skólan eingöngu fyrir vini mína og vera í kringum fólk og allt það sem því tilheyrir. En ég átti erfitt með kennara og ég var alltaf að rífast við kennara og ég las mikið sjálfur bækur og ég var alltaf eitthvað, þetta er rangt hjá þér, ég las þetta var svona og þá myndaði ég svona mjög skrítin tengsl við kennara. Ég átti nokkra uppáhaldskennara og það var einn kennari sem ég hélt mikið upp á því ég var í Valhúsaskóla í 8. bekk sem hét Ólöf og hún kenndi stafsetningu. Ég elskaði stafsetningu, ég elskaði að skrifa og ég var óslega mikið inn í stafsetningu. Ertu með fallega rithönd? Sumir segja það. Ég reyna að skrifa fallega. Mér finnst það skipta miklu máli. Mér finnst það nefnilega líka skipta svolítið miklu máli. Og myndaði góð tengslið hana en hún því miður dó krabbameini og hún var lesbía sem ég hafði mjög mikinn áhuga á að fræðast manni. Og þá var ég að spyrja hvernig er það, hvernig virkar það og svona þannig að ég er mjög glaður að hún kynnti mér svolítið fyrir fjölbreytileikunum í lífinu. Já. Og síðan voru sumir kennari sem voru bara engan veginn þannig og hefðu engan áhuga á þeir og hún sýndi mér mikið áhuga á því að ég var ekki kennarasleikja þrátt fyrir að ég langaði að sleikja upp uppáhaldskennarana mína. Þú veist að vera að sýna að mér hef áhuga á því sem þau eru að kenna. Já, eða bara svona einmitt gefa þeim svona tilbaka það sem þér fannst þú vera að fá. Þannig að ég var ekki alltaf, ég veit svarið. Þótt ég vissi alveg svarið þá var alveg, ég ætla ekki að þá tók hún eftir því og spurði mig, þú veist hvað finnst þér og ég alveg, já, mér finnst þetta svona. Og þannig var svona mín skólagang. Ég átti mínu uppáhaldskennara og síðan átti ég mína kennara sem ég átti erfitt með og ég held að það hafi verið svona pínlítið erfitt fyrir mig. Þegar þú segir þú svona ekki uppáldi, var þetta fólk sem hreinlega bara skildi þig ekki, nefndi þig ekki? Ég held að það sé bara erfitt fyrir kennara að vera með 38-40 börn í kennslustofu og reyna að kenna þeim með sama námsprógrammi, skilur. Og ég held að ég hef bara verið pínu á skjön við það og ég held líka bara með að vera, þú veist, sonur pappa mín sem hann var frægur og ég fekk stundum svolítið
skít fyrir það. Fyrstu svona viðmót sem að var þá kannski svona, ég ætla ekki að gefa honum neina sértrýtment. Mér var strítt og mér var strítt að kennurum, sko. Ég held að ég var fættur með silfurskeiði í munnunum og eitthvað svona. En flesti kennarar voru bara mjög góðir. Ég vil alls ekki vera að segja að setja þau undir einn hatt, sko. En svona, einmitt svona fólk, kennarar, þetta fólk sem hefur svo gríðarlega áhrif á lífmanns. Alveg hrikalega og ég hef svo mikla mætur á kennurum. Og sérstaklega þegar kennarar ná sambandi við nemendur sína, eða nemanda, þá finnst mér það að vera alveg, þá einhvern veginn gengur upp þetta prógram, þetta system sem er í skólanum. Og líka þegar maður alltaf eitthvað svo leitandi og maður einhvern veginn að búa sig til, svona, on the go. Og maður á mótunar árum og heilin á maður eins og svampur. Og þannig að það skiptir mjög miklu máli og þess vegna hef ég alltaf verið tilbúin til þess að berjast fyrir réttindum kennara, þú veist, launalega séð og hversu mikilvægir kennarar eru yfir höfuð. En þú varst í Landakotsskóla? Ég var í Landakotsskóla, já. Átt erfiða reynslu það? Já, það átti ég líka nú ekki, reyndar kynntist ég alveg yndislum vinum þar sem ég eru ennþá vinir mínir í dag, og ennþá nánir vinir mínir í dag. Og ég er rosalega þakkláttur fyrir það, en já, ég lenti sem sagt svolítið í leiðinda málum af því að Séra Georg og Margrét Múller sem eru nú eru farin, löngu dáin og þau fóru nú ekkert sérstaklega vel með nemendur sínar þar. Nei, það er eins og þetta. Andlega og líkamlega lenti ég illa í þeim og sem voru aðrir sem lentuðu miklu verri í þeim, þá kynferðislegt ofbeldi og þetta náttúrulega var maður ekki alveg áttur sig á þessum tíma. Það var til dæmis eins og einn vinur þeirra sem var kennari sem heitir Hjörtur og hann var smíðakennari, hann var svona sem var fenginn inn til þess að gera alls konar kennslustundir með nemendum og var engin kennari, hann var bara einhver stórskrítinn ofbeldissnauður maður. Bara beinlínis satisti og ég lendi mjög illa í honum. Hann fór mjög illa með mig og þau náttúrulega líka, en ég horfði alltaf björtu hliðina bara því að ég átti mína rosalega góðu vini þarna og var bara að rækta þá vináttu mest megnis minn ég var í þeim skóla. Ég átti aldrei erfitt með lærdóm. Ef ég nennti ekki að læra það bara eitthvað sem ég hafði engan áhuga á, ef ég hafði áhuga á einhverju þá ég átti úrslagið með að læra það og ég gatt alveg og með fínar einkanir og allt það. Í hvað stjörnumerki ertu? Ég er Meyja. Eins og ég? Já. Ég er alveg... Já, ég er Meyja, sko, 29. ágúst. Herðu, ég er 1. sept. Já, það eru bara 2 dagar hann á milli. Ég veit að við höldum upp á þetta saman. Rosalega. Og ég á marga vini sem eru meður, sko, ekki viljandi gert, sko. Nei, það er eins og við skiljum hvort annað. Já, eflaust. Já, hausinn og fullu og allt þetta. En það er þetta, svona reynslur auðvitað mótamann. Já, móta mig mjög mikið. Það gerði mig mjög svona, ég var svona dílaði við reiði, þess vegna stofnaði ég hljómsveitir, spilaði aggressífa músík, var svona að semja tónlist gegn öllu óréttlæti og öllu því. Og bara svona öskri í mækinu fótast. Já, og fólk spyrir mig, hvað sem var reiður að öskri í mækinu svona bara, ég hef mér ástæður. En þetta er náttúrulega mótaði mig sem einstakling og gerir enn. Og en það er það sem lífið gerir, það maður er alltaf að vaksa. En hvernig er, sko, Svala, systir þín og þú, ég meina þið eru kannski, ég ætla bara að segja það, með svona menningarlega, bara svona mestu nepo babies á Íslandi. Pabbi ykkar er stórstjarna
og alveg svona á því kaliberi sem að þekkist kannski ekki alveg lengur í íslensku samfélagi. Svona öðruvísi æsingur og virðing og lotning yfir tónlistafólki fyrir einhverjum, ég meina, þú veist, hvað, 40-50 ára? Ég fann strax að ég þurfti að sanna mig meira en venjulegi Jói eða Jóa. Sem hjálpa mér að verða betri því það sem ég hafði ástríðu fyrir. Og ég er engin gremja gagnvart því, en sko, sumir myndu halda að þú myndir fá miklu meiri ást og alúð fyrir að vera sonur einhvers sem dýrkaður og dáður, en þá það eiginlega akkurat svona stundum öfugt. Já, fólk svona að setja þau svona in your place. Já, það fyrir taugunar á fólki heldur að þú hafi sem sagt fengið allt einhvern veginn á silfurfati, sem náttúrulega bara ekki rétt. Þannig að, já, það var svona flókið. En hvernig var að alast upp á heimili með Björgvini Halldórssyni og Svölu? Dásamlegt. Og mömmuðinni. Ég veit að þú ert mikill mömmustrákur. Ég mikill mömmustrákur, já. Hún ól mig upp náttúrulega ásamt föður mínum og systir mín hjálpaði til með það líka. En faðir minn á þessum tíma sem ég var á mínum uppvaxtar árum, þá var hann náttúrulega lítið heima. Hann var náttúrulega mikið að koma fram og spila hver einustu helgi og flesta virka daga. Þannig að móðir mín var heima, ekki heima vinnandi móðir, hún var bara stay at home mom, eins og maður segir. Já, hún var bara Já, og hún tók það að sér og gerði það mjög vel og passaði upp að ég myndi fá venjulegt uppeldi sem ég fékk. Þrátt fyrir það að við getum náttúrulega ekki stjórnað öflum sem fylgja því að vera á lífi. Það engin, hvað ég segja. Já, maður lærir það á einhverjum tímapunkti í lífinu, maður getur einhvern veginn ekki styrt öðru fólki. Nei, það nefnilega það. Og auðvitað mótastu sjálfur á það sem í kringu þig og á samfélaginu. En móðir mín gerði rosa vel við mig og Svölu og ég á líka bróðir, hálfbróðir sem heitir Sigurður. Einmitt. Sem mér þykir afskaplega vænt og elska mikið. Hann músikan? Hann var í músík og tók þátt í söngvakeppni framhaldsskóla en hætti því snemma og gengur rosalega vel í lífinu í dag og fullt af börnum og barnabörn og hamingjusamlega giftur, yndislegri konu sem heitir Rakel. Og ég hef alltaf haldið mjög góðu sambandi við hann. Þið eru mikið fjölskyldu fólk. Við erum það. Já. Og þegar faðir minn byrjaði að vera svona, það byrjaði kannski ekki að vera spilins mikið og hann gerði, þá náði hann alltaf að reyna að finna tíma fyrir okkur og kom rosalega vel fram með okkur, hjálpaði að stýra okkur í rétta átt í lífinu. Hann vildi ekkit endilega að við myndum fara í tónlist. Ég hef heyrt hann segja þetta einhvers staðar. Já, hann sagði bara ekkit vera að fara þangað því það bara erfiður. Þetta bara hark. Það hark og það erfitt og það hefur andlega áhrif á þig. Ég meina, og hafa allra augu á sér ekki 9-5 skrifstofuna, þótt að hún sé ekkit endilega auðveld. Nei, en þetta einmitt, þetta svona öðruvísi álag að vera alltaf einhvern veginn svona undir radarnum hjá fólki og... En þetta bara sem ég ólst upp. Ég ólst upp við það að Laddi var bara heima eða Gísli Rúnar, pappi var að pródúsera plötu með þeim og leikarar og tónlistamenn og pappi dró mig í hljóðverið þegar hann var að taka upp og þar var ég að leika mér og var í kringum allt þetta, þessar sköpunar gleði og þessar listamenn og það náttúrulega bara hafði þessi óstjórnlegu áhrif á mig sem ég gat eiginlega ekkert ráðið Þrátt fyrir það að ég var mjög þrjóskur svona til þess að byrja með, þá var ég mikið á hjólabretti og ætlaði bara að iðka hjólabrettamennsku allt mitt líf og ætlaði að vera sem sagt atvinnumaður í hjólabretti. En einhvern veginn vissi innst inni að tónlist var svona mín köllun. Og sérstaklega þegar ég kynntist mínum vinum sem
voru með sömu köllun og ég. Og það Ívar og... Það Ívar og það var Sigþór vinur minn og það voru þessi strákar sem ég kynntist bókstaflega út á Nesi. Og þar kviknaði áhuginn að alvöru fyrir mér. Þar fann ég mína fyrstu bestu vini og þar fórum við inn í bílskúr og byrjuðum að spila og lærðum bara sjálfur á hljóðfæri þrátt fyrir að ég fór í FIH og lærði þar tíma. Og síðan langaði mig alltaf til þess að vera myndlistarmaður líka og ég var að læra það svona. On the side fór í myndlistaskóla Reykjavíkur og ætlaði að gera það líka en síðan náttúrulega bara tók músíkin yfir. Við fengum fljótt plötusamning og ég þurfti bara að koma með pappa og segja að ég ekki að fara að útskrifast. Þótti ég náttúrulega útskrifast auðvitað með samræmduprófin en ég fór í menntaskóla einhvern tíma en síðan sagði ég bara ég verði að hætta því ég þarf að fara á tónleikaferðalag. Og þau segja bara já, þú bara fylgir þínu innsæi og þínu ástríðu og þú vonandi vera hamingjusamur með það. Þú fékkstu alveg svona traust bara og svona farðu út í heiminn, litli minn? Já, það var þannig. Sko, þegar var kvartað undan mér við móður mína, þá trúði hún alltaf mér frekar en manneskinn sem var að kvarta undan mér. Þú ert svolítið svona augasteinninn hennar. Já, það má segja það. Guð blessunlega. Og hún hjálpaði mér mikið og faðir mér líka og þau bæði tvö. Og systir mín líka. Því ég var svona að apa eftir henni þegar hún var ég meina, hún var komin í músík langt undan mér, ég var bara barn náttúrulega og hún var að koma með plötur heim, þú veist, hún var að koma heim með þegar Manchester shoegaze-senan var í gangi, Ride og Happy Mondays og allt það, Primal Scream, þá var hún að koma með þessar plötur heim og ég tók þessar plötur stal þeim bara frá henni hún er svona stóra systir sem ég þráði alltaf að eiga sjálf, ég er nefnilega elst hún var einmitt þessi stóra systir sem svona ekki, þú veist út úr herbygginu mínu og hæfileikarík hún er plakkutinn á veggnum og allt það, þannig að ég var mjög undir miklum áhrifum frá því og er rosa þakkláttur fyrir það að hafa kynnst, þú veist, virkilega góðri músík á þessum tíma og tónlist sem ég elska á ennþá daginn í dag. Manst þú eftir því þegar maður var yngri og maður þurfti svolítið svona að velja sér svona eina músíkstefnu og halda með henni eins og fótboltaliði? Það kom einmitt svona seinna meir, þá einhvern veginn vildi maður vera tilheyra einhvers konar træp, sko. Já. Og það einmitt, þar var alveg mjög skýrt og einbeitt þegar til dæmis harðkjarnasennan var svona byrjaði að verða til brjóta sér upp úr svona undergroundinu einhvern veginn og þá einhvern veginn fann ég svona hér á ég heima og náttúrulega við tókum þátt í því alveg svakalega og svona litum á okkur sem fánaberar þeirrar senu og það má segja að bjargaði mér bara frá ýmsu slæmu og því að sú sena var bara mjög góð og það dróði sér fólk sem kannski var ekki alveg að fitta inn í þessu venjulegu, en ég veit ekki hvað venjulegt en þar hitti maður svona sína svona lífsförunauta já, lífsförunauta má segja það er nefnilega svo merkilegt með þessa harðkjarnasenu sko bara svona metalhausar eru sko ljúfasta indælasta og svona með svona mesta jafnaðageðið af öllu fólki sem alveg ekki spurning og ég hef oft velt þessu fyrir mér sko hvort að sé þú veist og við bara ég skal glöð bara setja mig í þá kategóríu líka að þú veist að einmitt þessi sena hún einhvern veginn býr til svona outlet fyrir þú veist, tilfinningar með allt öðrum hætti alveg ekki spurning og ég meina það má segja að þetta sé mjög svipað og manneskjur sem aðhyllast íþróttir það fyllir vist, ég vil ekki kalla það tóm heldur, þú veist, það fyllir upp ástríðina til þess að vilja gera eitthvað og hafa stefnu og harðkjarnasenna gerði það fyrir okkur og því ég náði aldrei einhvern veginn að fytta inn í íþróttir
Ég stundaði fótbolta og æfði fótbolta einhvern tíma en ég fann mig aldrei þar. Varstu góður í fótbolta? Það svo mikill fótbolta á netinu. Nei, ég held ekki. Ég var ágætur, ég var í Gróttu, skilur við. Já, ég þekki nokkra sem að tala ennþá, sko, með svona tár á hvarmi, bara Gróta. Já, það við töpuðu öllum leikjum maður. En ég var náttúrulega bara leitandi, reyna að finna eitthvað sem mér fannst ég bara hafa svona áhuga á svona leveli af ástríðu sem gjörsamlega einhvern veginn að þú hugsar ekki neitt annað. Einmitt, eitthvað svona, ég nefnilega kannast við þetta og við erum mjög lík með margt, að þetta sko að einmitt ástríðan, það verður þetta þessi dópamínfíkn, sko, það þú veist, að þú verður að fá eitthvað svona fá tilheyra einhverju. Já. Mér finnst það skipta miklu máli, sérstaklega á þessum brotetta aldri sem við vorum á. Já, og það verður að vera eitthvað svona, eitthvað sem að mótiverar þig til þess að halda áfram, sko. Ekki spurning. Það heldur þér við efnið. Og það nefnilega nákvæmlega sem held ég gefi hamingjusemi inn í líf fólks. Og þannig að það tók smá tíma að leita og sem kom það bara. Ég meina maður þarf náttúrulega að vera opinn fyrir hlutum til þess að hleypa þeim inn og þá verður maður partur af þeim. En ef maður er ekki opinn þá erfitt að fá eitthvað inn í sálina til þess að finna hvað maður vill gera. Þetta einmitt, sko, að því að og nú hef ég talað við Frosta Lúðarsson, hljómsveita meðlim og lífsförunu og vinur, hér við borðið og við hefum verið að ræða, sko, karlmennsku og svona, þú veist, karlmennsku hugmyndir og þú veist, og þannig og það einmitt, sko, körlum svona þröngur, stakkur sniðinn með einmitt og þeim kannski leyfist ekki jafn mikið að leita og vera opnir og þannig að ég svona ímynda mér að það hafi kannski líka verið svolítið erfitt einhvern veginn að svona taka skrefið, stökkið. Ég held að það sé bara svona kannski öðruvísi vandamál. Ég held að konur díli eflaust við það sama líka. Ég held að það sé bara að forgangsröðun af vandamálunum öðruvísi. En eins og ég segi, við erum öll að éta sömu skíta samlokuna, eins og ég segi alltaf. Nákvæmlega. Þú veist, en mér snýst allt kærleik fyrir mér. En þegar þú varst orðin bara, þú veist, þessi típa, þú veist, krumm í mínus, var ekkert erfitt að hætta að vera bara krumm í mínus? Nei, það er góð spurning. Það er góð spurning, af því þegar ég var á þessum aldri, þegar þetta fór allt í gang, þá var ég mjög áhrifagjarn og við höfum þetta búin að óska mér þetta í mörg ára. Þú erst búin að vera að skoða allir þessi tímarit og þú segir, einn daginn verð ég á coverna á þessu tímarit eða ég get farið og spila með þessum hljómsveitum sem þú elskar. Ég verði svona low cut, buxum eins og Iggy Pop. Nákvæmlega. En síðan, og það kemur síðan allt í einu. Þú manifestar það og það gerðist í okkar tilviki sem var náttúrulega alveg dásamlegt og mjög þakkláttur fyrir það. En síðan náttúrulega komst ég að því að eftir vissan tíma að vera í þessum leik þá var pakkinn rosalega vel og fallega pakkaður með æðislega fallegum pappírum með fallegan borða og æðislega fallegu korti og allt ógeðslega fallegt og sem þú opna pakkan þá hann eiginlega svona hálf partinn tómur og það fekk ég svona vissa vitrun að hugsa sko þetta snýst ekki að vera frægur eða vera velgengni eða selja plötur eða vera dýrkaður og dáður út á götu eða eitthvað svoleiðis heldur að gera það sem þú virkilega elskar og það að vera að skapa tónlist og vera tónlistarmaður. Þannig að fyrir mér fannst mér mjög auðvelt einhvern veginn að ég var nokkuð glaður að geta allt svona stíð aftur til jarðar og þá einhvern veginn kom öðruvísi vel í þann
eitthvað sem ég var örugglega miklu frekar að leita að heldur en þessu tómu kjaftaði sem er frægð og allt það sem ég alltaf hafa svona nokkuð mikla óbeit af sko. Bara með því að sjá hvernig fræð með föður minn og allt það og hvað það er svona innantómt rugl en það er bara eitthvað svona þú veist staðalbúnaður fylgifiskur sem fylgir því þegar þú ert að gera einhvers konar sköpunarlist maður verður bara að geta séð hvað það er ef einhver fílar það þá er það bónus það segir orðið alltaf en bara að reyna að sjá það eins og það er og þú getur auðvitað að spila hana leik eins og þú vilt en þú mátt ekki láta það gleypa þig en þá líka er svo hætt við því sko, að maður fari að skapa til þess að chasea sko, öðruvísi sko, til þess að gera þú veist, gangi í augun og öðrum þá missur sjónar á því að sem af hverju byrjar á að gera þetta í byrjun Svala systir þín hefur talað þetta hún var svolítið rænt svona sínu identity á tímabili út í LA og það sem að hún hreinlega tapaði nafninu sínu tíma ég las við hana mjög ítarlegt viðtal fyrir einhverjum árum þetta en hún einmitt talaði þetta sama sko, það var einhvern veginn búið að klippa af henni vængina en svo átti hún bara að fljúga og þú veist, þetta bara Þetta er bara eins og, það er nákvæmlega það að klipptu vængirnir, þetta er eins og þú færðir páagauk og leyfir hann ekki lengur að fljúga, þú vilt hafa hann svo nálægt þér og þá klippur vængirn hans. Það er mjög góð samlíking. Hún komst að þessu sama og ég var að tala að þetta snýst sko, ef þú ert, sko, ef einmannskja kemur upp að þér eftir tónleika, segjum, sem dæmi og segir við þig tónlistin hefur hjálpað mér og hefur haft mikil áhrif á mig og hefur gert gott í mínu lífi og það segir við þig en svo skrítið og skulur ekki vera vinsælli og er ekki fleiri aðdáendur en þá áttu að hugsa, nei sko ef ég er nóg fyrir þig þá er þú nóg fyrir mig er það ekki svona besta leiðin til að líta á þetta? Þetta er mjög sósíalist því að fjöldi skiptir í lengu máli þegar við komum að því að svona að kjarna málsins. Já, ef að sköpunin er hrein og bara svona einhvern veginn stafar af manni og þú veist, þá einhvern veginn og þá er hún bara það og þá skiptir ekkert annað máli. Engin spurning. Og það er einhvern veginn að sem ég svona er ennþá að læra og kynnast og ég er ennþá vaxandi eins og við öll sem manneskjur því meira sem við göngum í gegnum því meira vöxum við og þeir skulum ekki vera hrædd við að segja hvað er að okkur, við skulum ekki vera hrædd við okkar lesti, við skulum reyna einhvern veginn að taka þá inn og læra af þeim og ekki þykjast að sé allt fullkomið og það finnst mér eiginlega eina leiðin til þess að einhvern veginn lifa örugglega sómasamlegu andlegu lífi, þú veist. Er eitthvað sem þú sérði eftir, svona eftir á hyggja? Er það kannski bara eitthvað svona akkeri? Ég sé eftir kannski að hafa ekki gert meira. Meira af list, meira af tónlist, meira af því að mála, teikna, eitthvað sem við alltaf langar til þess að gera, skrifa meira. Þrátt fyrir það að ég... Þú ert aðeins farin að stinga niður penna. Ég er alltaf skrifandi, en þetta er allt sem ég bara held sko mjög nálægt mínu hjarta og er ekkert endilega að gefa út, en ég reyna að vera eins framtakssamur og ég mögulega get. En það er alltaf sko, þannig að koma að því að núna fer ég að hugsa ég hef ekki gert meira en það er glatað að hugsa svona en það er samt ég hefði gert meira gerir kröfu til sjálf þetta sé ekki það sem er alveg gott að hafa alveg gott að hafa þessa kröfu til sjálfstíns sem er náttúrulega alveg krúsjál Ef að pabbi þér myndi segja svona ég hefði geta gert meira, hvað myndir þú segja við hann? Ég myndi segja við hann að þurfti ekkert að pæla í því nema það góða punktur ég reyndar hef núna verið svolítið á raskatuna honum að biðja hann að gefa út sólóplötu með frumsömdu efni það sem hann semur sjálfur. Lúrir hann ekki á alls konar efni sem að... Því hann náttúrulega er frábær lagahöfundur og textahöfundur en hefur sungið rosalega mikið mest megnis lög eftir aðra sem hann gerir mjög vel og hefur sagt við mig ég er söngvari og ég syng lög
og ég hef aðeins verið meiri í því að semja mín eigin lög og eigin texta og alltaf og pabbi rosalega klár í því og það kannski mér langar að hann myndi gera meira því að því mér langar bara til að hlusta meira á hann og hans lög og hans texta. Og ertu ekkert að ná að svona mýkja í þess átt? Ég alveg að því sko. Og hann að bara fara að gera það sko. Þeir spilið þá saman, það var bara hvað, bara fyrir nokkuð síðan? Já, bara á síðasta föstudag þá var hann að opna hjarta Hafnarfjarðar sem í Bæjarbíó og þar kom ég og Svala systir mín fram með honum og þar tókum við mörg lög og ég spila á gítar með hljómsveitinu hans og það var alveg uppselt mikið af fólki, allir að syngja með allir þekktu hver einustu línu sem var sungið með öllu og tekið mjög vel í mín lög og lögin hennar Svölu og það var alveg dásamlegt, það var svo fallegt og svo góð gleðistund og eitthvað sem eins og ég segi, sem við kannski átt að gera meira af í fortíðinni en hefur verið með þá lífi, við eigum alveg framtíðina fyrir okkur, við getum gert meira með foreldrum okkar, hvort sem við að gera list eða fara í kaffi og göngu eða fara í sund saman, hanga saman, þú veist. Akkurat. Þannig að allt þetta var dásamlegt og ég met þess svo mikils. Og líka bara eiga gott bakland, þú veist, eiga góða fjölskyldu sem elskar mig gerum súrt og sætt. Þannig ég mjög þakkláttur fyrir það. Þú, já, ég meina að þú krummi mínus, ert samt sko, við sem þekkjum þig, vitum að þetta svona harða, viðmót, ekki beint viðmót, heldur bara svona þetta útlitið rockstjörnustælan er það tattúin hjá það? Já, og þetta er þú ert nefnilega svolítið svona hnoðri í hjartanu. Já, nei, ég hef alltaf verið það sko. Já. Það bara stundum þú getur kannski verið á varðbergi að því maður veist ekki alveg hvaðan fólk kemur og hvað vill frá þér og þú finnir svolítið fyrir því þegar þú nýtur einhvers konar velgengni í þessari frægðum sem ég er að tala þú veist ekki alveg hvað fólk vill frá þér þannig að þú getur verið svona pínu á varðbergi og það getur komið fram sem einhvers konar að þú sett merkjuleg með þig eða eitthvað svoleiðis en það er alls ekki það ég hef heyrt fólk segja að þú sért merkilega með þig. Já, ég meina að það er bara, þú veist, það er bara svoleiðis. En einhvern tímann sko í fortíðinni, kannski síður í dag. Það gerst í öllum, ef enginn talar illum þig, þá ertu ekki búin að njóta einhver svona vissa velgengni, af því það er alltaf einhverju sem vilja draga þig niður og það er einhverju svona merki velgengni. Það er fólk sem vil draga þig niður frá þessu velgengni. Ég er ekkert að baða minn enn mikilli velgengni nema náttúrulega Mínus gerði vel og hljómsveitir eins og Legend gerði vel út af því að ég líti á velgengni sem það að geta farið út fyrir landsteina á litla þorpinu okkar og spila tónlist fyrir aðra áhorfendur. Það tel ég vera velgengnin. Að geta borið tónlist þína á aðra staði og fólk mætir á tónleika einhvers staðar í einhverju landi sem 1000 kílómetrum frá þínu heimalandi og þau kunna textan eða það lætur líða vel, þau skemmta sér þú ert að skemmta fólki þetta kemur allt út á það og þetta er basically skemmtikraftur og það tel ég vera velgengni og það tel ég tel sjálf mig vera nokkur lánsaman þar. Þetta er svo þunn lína sko að því að þeir tónlistamenn sem ég þekki og svona eru svona í mínu nánasta þeir tala þetta sko það er svo þunn lína þú veist að vera einmitt að skemmta og það er gaman og svo allt í einu kemur svona moment þar sem maður upplifir sig eins og bara sirkusabba. Já, það endar oftast þannig að það kemur alltaf eflaust tímabil sem er þannig og er það þegar að þú veist að peningarnir og þessi líka bara tónlist og list og menning skiptir rosalega miklu máli en það er aðrir hlutir sem skipta líka miklu meira máli þú veist, þetta er þú veist, svo verða líka bara leiðir á vinnunni sinni já, njá, bara þessi dýrkun að dýrka eitthvað leikara að dýrka eitthvað fólk sem er að gera bara eitthvað sem það elskar og almúginn dýrkar það og
Já, það er rosa þunn lína líka. Mig langar einmitt að grípa þetta að því að þetta með að sko dýrka og líta upp til og allt þetta sko þegar sko við vorum yngri og þá voru tónlistamenn svo rosalegar stjörnur og þau voru sko svo, og hvert og eitt hafði svona eitthvað uník og þetta voru svona frábæra fyrirmyndir. Hálfgerðir spámenn. Já, þetta voru svona, voru mjög miklar fyrirmyndir og maður einhvern veginn svona, maður bara svona dáði mitt og dýrkaði manneskjuna einhvern veginn sem... Já, allt voru svona popkúltúr og allt það, sko. En þetta hefur breyst svolítið. Af því að sko, af því að fólk neytir tónlistar öðruvísi. Einmitt, eins og talar neytendur neyta tónlistar eða menningu eða list öðruvísi heldur en það var fyrir 20 árum, 30 árum, 40 árum. Ég meina, þú veist, þetta til dæmis eins og þegar plötur voru gefnar út 1940 þá voru ekki cover. Það var bara label af plötufyrirtækinu og nafni á artistunum. Það var svona eins og bækur. Síðan kemur einn maður sem ég man ekki alveg hvað hann heitir en hann kemur inn sem ungu maður 22-23 ára gamall fyrir að vinna með Columbia Records og hann fyrir að fegra og búa til cover á plötur setja öðru sér liti gerum þetta koncept á coverið þá byrjuðu plötur að seljast meira af því þegar fólk gat séð eitthvað fallegt í plötubúði eða í verslun þá var það dregið inn þannig að þú veist hvort heldur það sé betra? Því meira svo fegrar hlutina með litum og sköpunargleði því betra er það. En sinna þetta að fara á mikið í það. Ég er að segja, en svo bara er maður þá að kaupa tónlistina og forsendum hennar eða annar að kaupa umbúðinnar. Nákvæmlega, og þá er náttúrulega, þú veist, þetta er svo þunn lína á það allt, sko. Já, en það er einmitt, það er gaman að tala um þetta. Og hérna, ég er þeirra skoðunar að við erum ekki, sko, bara sem samfélag, af því að við erum pínlítið samfélag. Og við hefum ofboðslega hæfileika ríkt fólk. Já, alveg bara ógrynni, það er meira svo á mikið, þú veist, framboðir á mikið. Af hverju heldur það sé? Ég er með kenningu, sko, þú hefur örugglega heyrt hérna, þú veist að hérna, börn frægra sem að alast upp við mikið ríkidæmi. Já. Þau oftar en ekki, alveg saman hvað foreldrar þeirra að gera, þá fara þau í list og sköpun og það svona sýnir okkur kannski að þegar við höfum nóg og höfum engar áhyggjur af framtíðinni eða ef þeir skortir þá kannski gerum við meira af því en svo er það þetta annað en það segir okkur líka sko að hérna, það er okkur svo eðlislegt ef við getum valið okkur hvað sem við viljum í heiminum og þá þú veist og við höfum öll tækifærin einhvern veginn á hendi okkar þá er svo rosalega stór hluti þeirra sem að hafa svona meira og þú veist og erum með þessi forréttindi og ég held að þú veist við erum rík þjóð við erum við erum alltaf mjög fallegri náttúru og veðurfar sem breytist mikið og þannig að það er mikið svona skapsveiflur öðruvísi áhyggjur kannski og kannski meira svona einhvern veginn rými til þess að vera skapandi sko. Algjörlega, ekki spurning og einmitt, það er líka sko, ef þú ert bara lokarinn í herbergi allt þitt líf og ferð aldrei út úr húsi og þú ferð að búa einhvers konar list eða tjáðu á einhvern hátt þá er náttúrulega það sem hefur, það er það sem þú mun fá það er það sem er í kringu þig þannig að eins og við erum hér á Íslandi með allir þessar fegurð og þessar ósnertu náttúru og eins og þú segir náttúrulega ekki að díla við eins og sumar þjóðir hafa verið að díla við. Ekkert svona, engan gríðarlegan harm. Já, það er alveg svona, ég get fundið tíma til þess að tjá mig og skapa þetta. Já, bara herði hver er ég sem manneskja? Já, þannig að þú bara svona farið að finna þig. Þú veist, það er svo að leyfa börnum að leika sér svo mikið og þau geta til þess að finna hver þau eru, stæðan fyrir að láta að vera alltaf að fara heim og læra heima. Skilur? Ég hef smá áhyggjur af þessu, sko, af því að nú hef ég svona glugga inn í eða 3 daga vinnudag eða 3 daga vinnuvika 4 daga vinnuvika þú veist hugsa hvað væri dásalegt ef við kemumst af bara með hérna þú veist að vinna bara miklu minna og hérna og hafa bara svolítið gaman og fallegt og næs og hérna skreiti kringum okkur en síðan náttúrulega verður til frábær list líka úr þjáningu og hérna volæð
En það einmitt þunglindi og kvíða og öllu því. Og það er sá essens, svona listakjarni, þú veist, hann er einmitt svo, hann er svo rár, sko. Hann kemur, þetta er allt, þú veist, þetta er auðvitað allt bara tilfinningar, bara sem eru bara komnar út og bara svona settar einhvern veginn svona, eða stílfærðar, sko. Já, og líka bara svo veðrið hefur svo mikil áhrif á okkur hér. Hefur þið tekið eftir því? Þú veist, hvernig veðrið er á Íslandi og hvað við tölum mikið veðrið og ég fæ svona sumarkvíða. Já, veðrið gott, við veit, og veðrið kalt. Tengir þú ekki við sumarkvíða? Ég bara, það er sól, ég verð að vera eitthvað. Ég fæ það. Já. Ég fæ það, bara svona, ég má ekki vera inni, ég má ekki missa þessu. Ég hafði ekkert að gera úti, þá samt, maður er bara eitthvað svona að mæla göturnar og bara eitthvað. Af því það er svo skortum skammti veðrið gott viður. Já, og það er þetta er svona, þetta er takmörkuð auðlind og við svona gerum rosalega gott. Ég velti þessu svolítið fyrir mér, sko, að því að samræðan í samfélaginu er svo mikið, það er svo mikið verið að tala eitthvað svona íslensk gildi og það sem sameinar okkur þjóð og þetta finnst mér mjög áhugavert, sko. Og ég hef sagt frá því nokkru sem áður við borðið og fengið hingað til mín, sko, sérfræðingar til þess að svara þessari spurningu og ég fekk allsherjargoða og ég fekk hann Árna þjóðháttafræðing og til þess að spyrja bara hvað eru eiginlega íslensk gildi sem alltaf verið að tala og þeir sagði bara, þú veist, þetta er ekki til. Nei, er það að vera bara, þú veist er það þetta sammannlega, af því að það eru allar manneskjur með það. En svo er það, sko, en svo er það eitthvað svona ég á rosalega erfitt með þetta að finna út úr því, sko, hvað umræður. Nú man ég ekkert hvert ég var að fara með þetta. Nei, en það er rétt, að því, þú veist, hvað viljum við bara alltaf vera í torfkófunum bara, svoandi og frænkum okkar, eða? Einmitt, svo er það. Nei, þú veist. Nei, en það er rétt, íslensk gildi, ætla að segja ekki bara, hvað er lánsam að hafa þessa náttúru og hreina vatnið sem við fá. Ég meina, er það ekki sem skiptir miklu máli? Einmitt. Þú veist, vera gestur í sinn, það er eitthvað það sem að Hilmar Örn sagði við mig, hann sagði bara háfamál, ef eitthvað er íslensk svona guidelines, sko. Við kannski líka megum ekki vera of sko nísk á þessari auðlind okkar sem við erum á. Af hverju erum við orðin svoleiðis? Ég veit það ekki, það er einhvers konar, eins og mér finnst þess að sé eitthvað svona viss veiki yfir heiminum. Þar sem allir eru einhvern veginn hálftíndir og veit ekki alveg hvað þeim finnst bara það sem er að gerast í heiminum. Og ég tala nú ekki samfélagsmiðla sem náttúrulega bara búin að vera að mata fólk af alls konar ranghugmyndum og ég veit ekki hvað og hvað. Og meira sér að búa til nýja veiki af þunglindi eða eitthvað svoleiðis. Sko, ég held þessu ótta? Já, algjörlega, og ég held líka, sko, að við erum ekki búin til þess að sjá líf fólks 24/7, skilur. Allar þessar upplýsingar. Það farið bara allt beint í æð, nú veit ég alveg, hann var á Tenerife og hann og ég held að þetta er að gerast í Súdan og þetta er að gerast í stjórnarfæri þarna. Það er ekki náttúrulegt, það á ekki að vera svoleiðis og það hefur alveg áhrif á geðheilsuna og síðan náttúrulega líka bara eru sumir hræddir og þurfa bara meiri kærleika í hjarta sitt. Það er bara það og þannig verður það bara. Það sem við þurfum að gera, ekkert endilega vera að berjast við eld með eld, eins og alltaf sagt. Heldur að reyna að berjast við eld með kærleik. Sumir myndu segja bara, maður á alltaf að berja nasista eða fasista eða rásista. En ég, þú veist, ég hefði sagt það fyrir einhverju síðan, sko. Hvernig var að reyna að skilja hlutina þess betur áður nú að, þú veist, þú ræðist á vandamálið? Mér finnst þetta nefnilega vera svo mikilvægt. Það mikilvægasta sem við getum gert akkurat núna, af því að það hefur ekki virkað að kýla rasistana. Nei. Eða hæðast að þeim. Eða smætta þá og gera þá litla. Akkurat, þú veist. Jaðarsetja þá. Það virkar aldrei. Það er miklu betra en að koma að staði þessu einhvern veginn kjarnavandamálsins og nálgast á þann hátt. Hvernig sem það er. Með tengingu, ég held það. Já, ég held það. Og líka við erum öll góð
skilur, við erum öll góð ég meina auðvitað sumir fæðast sem einhvers konar psykopathar og ekki með hennar samkennd og svona, en það einmitt andleg veiki sem við þarft að skilja manneskjan fæðist ekki sem ófreskja þú veist, eins og bara með fjöldamorðingja ég meina það agalegt hvað þeir gera en þetta eru veikir einstaklingar og til að skilja vandamálið og skilja af hverju eru svoleiðis það eru þið fæða svoleiðis af því það til veiki sem svona andleg veiki sem svona og svo það svona nýjustu rannsóknir sem að í einmitt svona geðheilbrigði þær svona ég svona íta undir þessar kenningar að sko mörg svona hræðilega hvað var að segja svona sjúkleg geðveiki þar sem að einmitt svona samkendarleysi og annað sé sko að miklu leyti tráma einmitt og það getur sko verið þú getur verið sko tráma þú getur erft tráma og ekki spurning að þetta sé og í því samhengi einmitt þá hugsa maður líka sko hvað erum við að gera við, þú veist, alla þessa einstaklingar sem að alast upp í stríð og þú veist, við erum að búa til, þú veist, við erum að búa til einmitt bara eitthvað svona hugsýki og áframhalda ég meina svona skilningsleysi náttúrulega líka svo mikið, þú veist, get ekki lagt á sig það að reyna að skilja hlutina betur og sko þetta eins og ég segi, það út af því að upplýsingaflæðið hefur náttúrulega áhrif á fólk og fréttir og allt svoleiðis. Þetta skiptir svo miklu máli hver að mata hvern og á hvaða stað þú ert í lífinu þú ert að meðtaka þessar upplýsingar. Skilur? Já. Þú veist, þú getur verið á hverju að leita reiður og mjög slæmum stað þú ert vilt tilheyra einhvers konar hóp sem finnur einhvern hóp sem tekur með opnum örmum en sá hópur ekki að alveg svo þegar þú varst lítill og fannst rokkarana þú veist og fannst vinið þína þú veist og þú veist við erum bara öll svolítið eins auðvitað, við erum öll eins og veist, við tilhörum öllu eins og ég talaði alheimskerfi og mér finnst það bara skipt svo miklu máli að við verðum að reyna að tilheyra einu træpi skilur staðan fyrir að skiptast allt í fylkingar og ef við reynum einhvern veginn að sína skilningu það skiptir mér mestu máli varðandi bara pólitík yfir höfuð þar. Já, einmitt. Við erum einmitt, við erum öll að leita þessu sama, við erum öll að leita af tengingu við aðra manneskjur. Það bara okkur eðlislegt. Það getur verið manneskjur sem finnst að vera að leita rétt og gera rétt en sem kannski 100 manna hóp sem sér það sem rangt og þú veist, þetta einhvern veginn en hvernig náum við til fólks einmitt, þú veist, af því að við sjáum núna bara í heiminu, við horfum til Bandaríkjanna þú veist, það bara sko uppgangur fasisma bara, hann sko, þú veist, hann fór úr bara, þú veist, 30 og upp í 1000 sko og því ég held að það bara hafi bara allt inni búið til einhvers konar rödd fyrir fólk sem vill viðra skoðanir sínar sem á móti jaðarhópum þetta fólk þorði ekkert að tala þetta fyrst en af hvað kemur þessi reiði í garð hópana það eru fleiri sem eru veikir í hausnum og það tengingin sko, og bara hei, samfélag en það bara ekki rétt og þess vegna náttúrulega það gefur þessu fólki rödd til þess að gera það og það auðvitað ákveðin öfl sem að svona fýta inn í þennan ótta og hafa beina hagsmuni að því að fólk sé mitt að vera vond við hvort annað út af einhverjum fáránlegum ástæðum. Nei, nákvæmlega. Það bara svoleiðis og þess vegna allt kerfið veikt. Við verðum einhvern veginn að geta fundið leið til þess að laga þetta. Ég veit ekki hvernig við förum að því. Nei. En kannski bara best fyrir okkur að deyja út og leyfa jörðinni bara að vaksa upp á nýtt skilur og bara leyfa dýrunum og öllu því og við erum bara farin þú veist, veiran sem við erum einmitt, já, ég hugsa þetta mjög oft sko þú veist, í alvöru að því við náttúrulega erum þessi sjálfstortímingar kvöð sem við erum með eins mikið við viljum hjálpa fólki lækna
sína samkennd, þá á saman tíma eru við það svona kjarnin í okkur að tortíma sjálf okkur já, en það mitt, þú veist út af því að einhverju utanakomandi sem svona rugglar í okkur þetta einhvers konar svona dikotomía sko, sem ég áttum ekki alveg á en það kannski að því við áttum kannski aldrei að vera til þú veist, áttum aldrei að vera með þessa vitund þú veist, við erum eina dýrið sem roðnar skilur við og hvað það sætt skilur við hvað ég við þú veist, ekki dýr eitthvað roðnar og eitthvað ég skammast mér svo mikið og hvað það sætt, ég hef aldrei pælt en það svona að við erum farin ofdjúpt skilur við erum svona vera sem við bara komin ofdjúpt við erum frekar bara að fylgja eðliskvötum og vera partur á náttúrunni stinga tánum hún í sandinn fara aftur í garðinn taka við rafmagninu frá jörðinni heldur en að vera labbandi á steypu allan tíman í skóm en það er líka sko að því að þegar maður fattar og opnar augun fyrir því að jörðin gefur okkur allt sem við þurfum að vera lækningar þú veist, fyrir hlutum en svo eru bara einhverjir svona nokkrir aðilar sem ákveða að taka einhverja stefnu annað og einhvern veginn svona taka og eigna sér þessar auðlindir sem við þurfum öll til þess að lifa af og einhvern veginn svona selja okkur það svo aftur akkurat, selja okkur aftur með því að endist lengur og virkar hraðar og sko við viljum alltaf fá allt strax og þegar ég hugsa þetta þá verður ég stundum alveg svona ok, þú veist, ég er bara með eitthvað svona, þú veist, lifi bara í eitthvað svona draumaheimi að við getum bara verið bara frjáls og góð við hvert annað og bara lifað af jörðinni bara í sko litlum samfélögum óháða landamærum og fallegt að vera með þessi samfélög sem við getum fundið út hvað finnst þér skemmtilegast að gera ég elska að, þú veist, rækta kartöflur og vera svona green fingers það sko, þú gera það 4 tíma á dag hvað vil þú gera? Og allir bara gera það 4 tíma á dag gaman að ferðast þá færðu allt fæði og allt húsnæði og allt sem þú þarft og þú ert einu sem þú ert að gera þetta já, og bara þú veist, ég meina bara byggjum okkur ég veit þetta svolítið kommunistalegt svona utopía en ég meina, en sko málið er það ekki svolítið svona eins og the matriarchy hefði átt að vera heldur en patriarchy með industrialismin kom og bara fokkaði öllu upp og það var eitthvað sem að ákvað sko, ég segi stundum, ég lifi í annars má straumi og ég svo óþolimóð að þetta gerir mig alveg gjörsamlega brjálaða þess vegna ég á mjög erfitt með authority og ég á rosalega erfitt með að fella mig að sko, einhverju svona sem einhver ákveður að sé rétta leiðin en ég er bara ósammála nei, nákvæmlega, þú veist, einhver segir svona á þetta að vera bara, en það eru margar leiðir við skoðum þetta aðeins betur og þá kemur þetta inn með að sína skilning sko, betur heldur en að segja bara svona er þetta en eins og ég ímyndaður hvað væri dásamlegt ef þú þyrftir ekki að vinna ömurlega vinnu borga ótrúlega háa leigu á mánuði til þess að vera innan einhverja veggja og sem bara derðu og sem bara búið þú veist, heldur en að það sé einhvers konar svona eins og þú segir samfélag þar sem við öll blómstrum og gerum allt sem við elskum að gera bara svona lítinn tíma á dag þannig að taka ekki lífið til burtu með því eða tímanuðinum í vinnu eða til dæmis get ekki eitt meiri tíma með börnunum mínum en hvernig er tónlistin? Hvernig er tónlistin á svona stað? Nei, hún myndir örugglega fara aftur í eitthvað svona lútur og svona. Já, einmitt. Af því að, sko, ég myndi að vera eitthvað, ok, það er bara, þú veist, það besta sem við eigum í, sko, tónlist er auðvitað, þú veist, er andspyrnan, sko. Já, ég meina, það myndir örugglega bara vera ókeypis, tónlistin. Já, en hún var... Sem væri ekkert, sem væri þá brilljant. Og því að þá þarft ekki að vera að selja sjálfa þig til þess að vera að borga yfir þér húsþak. Og við værum kannski... Þannig ertu bara setjast við eldinn og þú spilar músík til þess að róa alla niður eftir fallegan dag. Já, búið til svona serimóníur og annað. En ég myndi sakna punks og noise, þú var þar sko ég meina, það var alvöru noise músík í gangi þegar fólk er að hlaupa í kringum eldin öskrandi
með primal scream, ég meina það alveg noisið og noisið í bara dýrunum og umhverfinu. En eins og bara til dæmis eins og þegar Beethoven, Mozart, ég er að tala þegar þessir ótrúlegu kompóserar voru uppi, þeir voru bara að spila fyrir kóngsfólki, þeir voru aldrei að spila fyrir fólkið. Já, og þeir voru líka þeir voru bara bókaðir til að spila fyrir kóngsfólk og þeirra afkomendur. Það voru þeirra gig. Þeir voru píndir svolítið. Já, ég meina Beethoven var illa píndur af föðu sínum náttúrulega sem fór með hann og sagði batt fyrir augun á honum og sagði, það getur enginn spilað betur á píanó en Beethoven, komdu hérna og þá var hann að challengera sem sagt aðra kompósera með að vera með bundið fyrir augun og notaði hann bara sem einhverja fjárkú. Já. Þess vegna hataði Beethoven Mozart því að Mozart kom svona frá ríku kóngsfólki sem var svona, þú veist, kom ekki að fátækt. Nei, hann var nebo-baby. Snillingur, já, hann var nebo-baby. Ekki Beethoven. En þetta er mjög interesting hvað maður hélt að þeir voru að halda tónleika fyrir bara fólkið í þorpinu. Nei, það var bara exclusive fyrir kóngsfólk. En það einmitt, eins og við vorum að segja, þú veist, þeir voru ekki að gefa af sér af því að þá langaði það endilega. Já. Heldur var það vegna þess að þeir voru... En svona voru umhverfið líka bara hvernig tónlistamenn voru komið fram við þá. En það voru einhverjum gæjar á, þú veist, pöbnum hann að, þú veist, aðeins neðar sem voru að gera geðveikur hluti. Nákvæmlega, akkurat. Þeir voru bara eitthvað að djamma. Já, einmitt. Og talandi að djamma, þú tókst með gítar. Ég tók með mig gítar, já. Já. Þú tekur iðulega með þér gítar, hvert sem þú ferð? Ég bara elska að spila á gítar og syngja og semja lög og það er eitthvað sem ég lagði mikið á mig, bara frá blötu barnsbeini að reyna að læra að spila á öll hljóðfæri sem ég get komist í kynni við. Og spilar á öll hljóðfæri? Ég spila á píanó, ég spila á trommur, ég byrjaði sem trommuleikari, var trommuleikari í nokkrum harkjarnarhljómsveitum til þess að byrja með og í einhverjum rockhljómsveitum og það var alltaf píanó heima og hljóðfæri liggjandum á vergangi og ég tók... Er það mikilvægt fyrir barn? Mér finnst það, já. Það getur verið hvað sem blokkflauta eða þú veist, einhverjir trékubbar að berja saman. Mér finnst bara mjög mikilvægt að það sé hlutir til staðar fyrir börn til þess að leika sér með. Og þú getur fundið út í náttúrunni með því að bara fara út í náttúrunni og finna eitthvað, þú veist, en... Einn trommari sem við þekkjum, hann segir að allt sé tromma, þess vegna sé hann trommari. Það er allt tromma. Já. Ég meina, trommur eru... Og segir, tromma er ekki hljóðfæri. Það kemur allt frá... Hann segir það, einmitt. Frá ryþmanum, skilur. Já, hann segir, trommur er ekki hljóðfæri og allt er tromma. Já, það er alveg rétt. Það er ekki hægt að setja trommuslátt sem hljóðfæri. Trommusláttur er bara sláttur lífsins. En þegar þú... Af því hjartað okkar slær. 100 beat á mínútu. Einmitt. Þannig að til dæmis þegar þú hlustar á poplag sem er 100 beat á mínútu slag, það er oftast mjög svona vinsæl lög, af því það hefur hérna ryþma sem er sama ryþma á hjartað okkar. Þegar við höldum á barni, grátandi barni, þá svona böngum við á það. Einmitt. Í takt við okkar eigin hjartslátt. Já, einmitt. Og það róar. Og það stoppar grát eða einhvers konar velíðan. Þannig að, eða ólíðan. Heldur það séu, ég pæli oft einmitt í svona hljóðum sem að við heyrum ekki. En þau eru þarna. Og það er einmitt eins og hjartslátturinn okkar og okkur svona, hann stafar út frá okkur. Já, algjörlega. Og það eru svona, einmitt, að því að við erum komin kannski svolítið langt frá náttúrunni, það eru svona alls konar svona soundtrack. Nei, bara eins og ég fór og gerði með Legend Industrial tónlist, sem basically kemur frá verksmiðum, skilju, það þú heyrir fólk að, þú veist... Birmingham. Já, að vera að búa til og þá kemur allt inn, þú veist, hljómurinn frá því, þannig að það verður alltaf til eitthvað nýtt fallegt úr einhverju slæmu, ég meina þetta er eins og bara eins og þegar eitthvað blómstrar á milli, þú veist,
það dauður sandur og það kannski, þú veist, eitthvað ryðgað járn, en það samt vaxar blóm. Já, einmitt. Skilurðu? Það er alltaf hóp. Já. Já, það er mjög fallegt. Þú, þegar þú ert að svona, ég veit ekki, þegar andinn kemur yfir þig, er það svona sérstakt moment? Eða ertu bara alltaf í andanum einhvern veginn? Það er frábær spurning. Þú ert alltaf pínlítið í andanum, en þú ert alltaf að leita þér að einhvers konar listagiðan allstaðar. Og þú verður alltaf að vera opinn fyrir hlutum sem geta haft áhrif á þig. Þannig að til dæmis bara þú getur verið í góðum samræðum eða þú sérð eitthvað og heyrir eitthvað eða eitthvað svoleiðis, þá tekur það inn og getur notað sem eitthvað sem þú mun skapa seinna. Þannig að þú ert alltaf svona smá þar, allavega hjá mér. En síðan þú þarft að fara í stellingar og virkilega leggja eitthvað niður, þá kemur að því að þurfa að safna þessum hlutum saman. Já. Þannig að stundum verður að hafa með þér bók sem þú getur skrifað niður hugmyndið þínar. Eða eins og í dag, margir tala inn í síma sinn eða skrifa inn í síma sinn. Reyna að muna hlutina. Og þá einhvern veginn hefurðu efni við til þess að vinna úr. Já. Þannig einhvern veginn lít ég á það. Já, þetta er svolítið svona eins og að bara byggja kubbahús. Já, algjörlega. Þú veist, og það er nákvæmlega það. Og sen náttúrulega er rosalega gott að, eins og ég talaði áðan, að vera opinn fyrir þessum öflum sem við höfum í kringum okkur. Þessi vindurinn í andlitið eða þú veist, Esjan í falli í kvöld eða þú veist, þoka er yndislega, rigningin í góð og allt þetta. Þannig að vera opinn fyrir því að verða fyrir áhrifum. Og einmitt að nota tilfinningarnar sínar einhvern veginn til þess og láta þeir svona stafa af manni og leiða mann kannski í einhverja svona... Það er það sem nákvæmlega gerir. Ég meina þegar ég til dæmis fer í hljóðver og að taka upp lag og ég er búin að ákveða í hausnum á mér hvernig lagið á að vera og hvernig ég vil að hljómi og hvernig þetta á að vera svona og sem þið byrja að taka upp lagið, þá allt í einu fattaði ég þetta er ekki eftir að vera þess að ég vildi hafa það í hausnum á mér. Af því núna er lagið að leiða mig í þessa átt sem það vill vera. Hvernig lagið vill vera. Hvað er best fyrir lagið? Hvað er best fyrir þessa sköpun sem þú ert að skapa? Og leiðu þessari sköpun að leiða þig í þá átt sem það á að vera. Þá er sköpunin sjálf búin að vera komið sinn eigin hug. Þetta finnst mér mjög áhugavert af því að svo erum við af því að heilin í okkur, við erum svo klemd og komplexeruð að við förum að svona þvinga sköpunarverki kannski í einhverjar aðrar áttir vegna þess að við erum eitthvað svona hugmyndir. Ég vil ekki að fara þangað, einmitt. Já, við erum eitthvað svona, ég ætla nú ekki að vera þessi típa eða það, Nei, nákvæmlega, því þú var einhvern veginn bara svona í blindri trú. Ég var alltaf, dást svolítið að því í þínu farikrumi að þú ert mjög óhræddur við að vera þú sjálfur. Takk fyrir það. Og þú Ég líti það sem mikið hrós, takk. Já, og bara svona kjarnaður í þér sjálfum. Ég meina, en samt breyskur eins og allir. Já. Og tilbúin til þess að bara svona, horfast í augu við þig sjálfan þegar það við á. Já. En hvernig, núna, margir karlar lýsa einhvern veginn svona, ég veit ekki, það er þetta, þú veist, að vera komin á 50-aldur og það er einhvern veginn svona verða eitthvað svona straumhvörf hvort sem þau eru, ég veit ekki hvort það eru hormónar eða bara eitthvað svona, eða bara einhvern veginn svona pressa, bara svona samfélagslega pressa að vera einhvern veginn í einhverju móti og kannski vera búin að finna þig. Já, ég meina og þú veist, finnur þú fyrir þessu og hefur þetta, þú veist, hefur þetta áhrif á þína líðan? Þú veist, verður þú þungur, kvíðinn? Ég held að kvíði og þunglindi er bara sem er fylgifiskur í lífinu sem við verðum einhvern veginn bara að meðtaka og díla við og stundum er að meira hjá sumum en ekki öllum. Oft er það óttinn við kvíðan sem einhvern veginn svona... Já, ég held að óttinn við óttan
sé málið. En innst inni þetta alltaf lægi átti því að mér finnst eins og ég talaði áðan líka, ég sagði ekki vera hrædd við þinn sjúkleika, þú veist, það sem þér finnst vera að þér og reyna að hlaupa frá því, þá áttu eiginlega frekar að hlaupa að því og vera í auga stormsins og þannig læru eiginlega best. Spurning með karlmenn sem týndir þegar hún 50 eða eitthvað svona, það geti kannski verið eða er það kannski bara betri þegar þau eru 50? Já, ég held það sko, ég held að líka að við megum ekki halda að við séum svona allir þurfa okkur að halda svona mikið, skilur góður punktur. Þú veist, þannig að við megum að líka vera það hérna, ég veit nefnilega í burtu frá því, skilur mig ég veit nefnilega alveg hvað þetta sko, af því að ég í samskiptum mínum við sko karlana sem svona standa mér næst í lífinu, þá hef ég oft velt þessu fyrir mér af því að þeir eru svo ofboðslega uppteknir að því einmitt að að svona, þú veist, vera með svona, ég veit ekki, svona passa upp á allt. Já, einmitt, og það er náttúrulega svona eðlislegt við karlmenn að vera svona provider og allt þetta er eitthvað svona steinaldadæmi, þú veist, sem náttúrulega kannski ekki nauðsynlegt í nútíma þjóðfélagi. Já, þetta er líka orðið svolítið svona, kannski svolítið svona, hvað ég var að segja, svolítið svona skramblað. Já, orðið skramblað. Það komur eitthvað svona skrýtnar hugmyndir karlmennsku og hvað það sé að vera provider. Provider er þetta bara að vera tilfinningalega og andlega og hérna bara til staðar fyrir alla sem maður elskar. Algjörlega rétt, hárrétt, laukrétt og hérna, en ég tel að ef þetta sko ég held að allt fer í gegnum einhvers konar prósess, þú veist, og hlutinni breytast, umhverfi breytist, koma nýjar kynslóðir, samfélag breytist, þannig að maður verður eiginlega að muna breytast með samfélaginu og réttan hátt, staðan fyrir að vera á móti, skilur við. Mér finnst þetta áhugavert og vera þrjóskur, skilur við, gagnvart því, og ég tel það vera svolítið svona mikilvægt mál að hafa með sér. Ég nefnilega hélt aldrei að ég yrði manneskja sem að væri bara eitthvað herði, hérna, hér er ég fertug og ég bara svona með króniska nostalgíu og hérna, og langar bara í heiminn sem var. Já, ég fæ þetta líka sama, þú veist, auðvitað að því sko minningin segir hvað allt var æðislegt það, sem að var örugglega alveg eitthvað, en það kannski aðeins meira en það kannski var í minningunni. En ég held þetta sé líka sko að því að framtíðin betra heitir að minninguna frekar heldur en að vilja fara tilbaka, þú veist. Framtíðin líka óráðin sko. Og hérna, en á meðan að ég veit hvernig fortíðin var. Þannig að það auðvitað leitar hugurinn þangað, sko, frekar og í eitthvað öryggi. Sem náttúrulega svo, sko, og líka nostalgíu tilfinning alveg ótrúlega öflug tilfinning af því að, sko, talandi tónlist eða eitthvað bíómynd eða málverk eða föt eða eitthvað svoleiðis þegar þú sér það eða heyrir það þá einhvern veginn ferðast alveg aftur í tíman og færð alveg þessa tilfinningu sem læti kannski sakna hennar að með því ekki að veist, þú ert ekki á staðnum en það leiðir að ferðast þannig að það er viss tímavél það nota það, þú veist og pabbi sagði svo sætt við mig daginn hann sagði við mig ég var að keyra Langholtsveginn og það gerðist eitthvað svona mjög undarlegt af því að ég fekk svona bragðið af svona bananasamloku og svona súkkulaðimjólk í glerflösku af því að hann bjóð þarna það lítill. Einmitt, það var það sem það var. Og hann einhvern veginn fór einhvern veginn svona akkurat inn á eitthvað pað. Já. Það sem að hann bara, og hann fann bragðið og mér fannst þetta eitthvað svo krúttlegt. Nei, það er bara dásamlegt af því ég var að fara í gegnum gamla ljósmyndir, ég sem sagt fann gamlan harðan disk frá 2004 eða 2005 og fann allar þessar ljósmyndir sem ég hef búin að taka bara á þess að ekki á síma á þeim tíma en jú, það var eitthvað svona lélega ljósmyndir á síma sem var bara gamla ljósmyndir frá þessum tímum og ég bara svona, wow, og ég fór í gegnum þetta allt og ég setti tónlistina á sem við vorum vön að hlusta á þessum tíma þannig ég fekk bara svona
alveg allt beint í æð og ég einhvern veginn svona, vá, herru, ég þarf ekkert endilega að vera með þessa þrá þessa fortíðar þrá að því ég get alveg nálgast hana með því að sem ég hef geymt í minningu minni og það er mjög fallegt. Hún er hjá mér. Hún er ekki, tilfinningin er ekki farin. Nei. Það þarf bara stundum að sækja hana. En sín er búinlega eðlilegt að vera með fortíðarþrá. Ég meina það minnst það bara fallegur hlutur. Og það er einmitt eins og þú segir, mikil fortíðarþrá í tónlist. Já. En meina sem ég alveg ógeðslega mikið inn í af því ég elska gamaldags músík og ég elska allt sem var svona í fortíðinni tónlistilega séð og það er bara eitthvað sem ég hef persónulega mikið áhuga á. Þú ert nefnilega svona eins og bara Wikipedia þegar kemur að tónlist, þú nefnilega veist takk, já, ég bara les mikið og veist, ef ég hef áhuga á einhverju þá... En hvernig finnur þú tónlist til dæmis? Hvernig finnur þú nýtt tónlistafólk, nýtt gamalt? Já, einmitt, nýtt gamalt, einmitt. Ég finna bara með því að sko, ég kaupi mér kannski plötu á vínil og ég les kannski viðtal við tónlistarmanneskjunnar. Já, þú ferð alveg í svona background check. Já, og þá alveg nefnir manneskjan einhver nöfn og ég, ok, hver er þetta? Check á því. Og þannig einhvern veginn það er svona fleytið þér áfram. Já, þú ert bara að stúdera tónlist. Ég meina því ég er svo mikið tónlistarunnandi. Ég bara elska tónlist svo mikið. Ég elska að lesa um hana, ég elska að hlusta á hana, ég elska að fræðast um hana, fjalla um hana, spila hana, auðvitað. Ef þetta viðtal væri með soundtrack, viltu spila það fyrir mig á gítarinn? Hvað meinarðu þá? Ef það væri, ef þú veist, ef ímyndaði sound, já, þú ímyndaði svona stef, svona þemin í þessu viðtali, þú veist, það er eitthvað svona, það er nostalgía og það er eitthvað drömkennt, svo líka bara svolítið. Fallet gítarstef, kannski með einhverjum svona nútímalegum áhrifum. Já. Viltu pröfa? Spila? Já, ég skal spila lag sem er af plötunni minni sem er að koma út. Heyrðu. Sem ég nú alveg spilað eitthvað live en ekki hérna í stúdíói. Og hvernig plata er þetta? Platan mín er öll að koma til, hún er eiginlega að verða tilbúin, er að mixa hana núna eins og að hljóðblandana. Ég er rosalega ánægð með þessa plötu, þetta er búið að vera hvernig tónlist er þetta? Hvað er þetta? Þetta er svona söng og lag höfundamúsík sem er undir áhrifum af svona þjóðlagatónlist og svona americana má kalla þetta. Þetta er svona blanda country og þjóðlagatónlist og söng og lag höfundamúsík, textar og þar sem tónlistarmaðurinn er að spila og syngja. Það er svona söng og lag höfundamúsík. Þú sest niður með gítarinn, semur, þá spilar á gítarinn og syngur. Þannig músík. Þessi plata er búin að vera í bígerð í 5 ár. Ég byrjaði að vinna í henni 2020, bara þegar COVID var basically rétt fyrir COVID. Og loksins er þetta alltaf klárast. Þetta er búin að taka langan tíma. Já, en kannski er það bara góðir hlutir gerast hægt. Ég er búin að gefa út í millitíðinni. Já, en þú veist ekki það þurfi. Eitthvað smáskífur. En þetta er svona platan sem ég er búin að vinna að bara og þetta er eitthvað sem mér langar að þessi plata er svo mikilvæg fyrir mér af því að alltaf því mér langar bara að gera það besta sem ég mögulega get, eitthvað sem ég er reikinn af og ég get ekki annað sagt að ég hlakka rosalega mikið til að gefa þetta út og lega fólki að heyra. Rosalega mikið til að heyra allavega tóndæmi. Já, ég get á ég taka eitt lag? Já, endilega. Er það í lagi? Auðvitað, þetta hér er allt. Alltaf með gítarinn. Hvernig gítar ertu með? Ég er með sem sagt Martin gítar. Þeir heitir Martin. Það eru nú margar góða tegundir af gítarum. Það er svo gaman að spyrja gítarleikara út í gítarana sína af því þeir eru þetta er svo mikið tilfinningamál, sko. Þetta er Martin D41. Þetta er sem sagt þeir fyrstu sem bjuggu til kassagítara. Það voru Martin. Þetta er sem sagt þetta er frumkvöðullinn. Þetta er bara OG. Þar sem sko af því að gítarar voru fyrst án þessa body. Gítarar voru fyrst bara hálsinn. Og síðan komu Martin
fjölskyldan og bættu þessu við þannig að þú varst með þinn eigin magnar og þetta magnari eins og Beethoven gerði þegar hann var orðinn eiginlega alveg heyrnarlaus og átti náttúrulega bara einhverja litla heyrn eftir til þess að gera var það ekki 16. symfónían sem var síðasta symfónían sem hann gerði þá flutti hann út á land lét píónið sitt inn í miðjan garðinn hjá sér og bjó til svona auka magnar og ofan á píónið sitt til þess að magna upp hljóminn svo hann heyrði betur og hann var meira sem rör, svona járnrör sem fór í gegnum píónið við kjaftinum á sig til þess að heyra en hann basically fann upp á mögnurum hann á ekki patentið með því en það var stólið á honum með þetta þess að það var gert en já þessi tjúni, maður sjá það má bara stilla og spjalla sko ég held að það ok já ég vil að sjá, það vera með En hvernig rataðirðu svona inn í einmitt þessa svona þjóðlaga kendu og amerikana? Amerikana þýðir bara það svona regnhlíf yfir, þú veist, R&B, blues, rock, country, þjóðlaga tónlist, 100 ára gamla hillbilly músík. Þetta allt sögur? Já, þetta mikið sögur. Þú segir sögur og þetta alveg bara svona, þú veist, 3 hljómar og sannleikurinn en ég hef bara ólst upp í þetta móður mín og faðir minn hlustuðu svo mikið á þessu tónlist og gerir enn og þetta eitthvað sem ég ólst upp við að hlusta á ég var obsessed af Bob Dylan og öllum þessum frábæru laghöfundum og mér fannst ég bara ef ég ætla virkilega að gera tónlist og semja tónlist þá verð ég að geta spilað á gítar og sungið og sami texta og mér fannst það bara að vera óslega mikilvægt þannig að ég æfði mig bara öll þessi ár og sen loksins einhvern veginn því ég var orðinn fannst ég vera orðinn svona allt í lagi þá var alveg, ok, núna get ég kannski tekið upp eitthvað, gefið út eða, þú veist, þannig að ég byrjaði reyndar að spila með Frans Gunnarssoni í Moody Company sem var 2001 og þá var ég að byrja að leika með kassagítar með honum og við gáum út 2 lög og sen var ég alltaf auðvitað með Mínus að spila og sen gerði ég bandið Esja með Daniel Ágústi þannig ég var alltaf svona að bíða eftir rétta augnablikinu til þess að eiginlega bara koma með það sem ég langa alltaf til þess að gera og það að vera söng og lag og höfundu bara með gítarinn og bara sóló já, bara sóló Davíð sko. þannig að já, það er basically það sko það er bara svo gott að geta farið hvert sem og spila tónlist á þess að þurfa þú veist ekkert ómak, þú veist, þú bara mætir og getur spila hvað sem já Þetta verður sko... Getur sitið heima hjá þig bara í sófanum og spila. Dýri Guðmundsson, blessi minning hans, hann var svona líklega gítaróðasti maður sem að ég hef hitt. En hann var alltaf að spila. Alveg sama hvað, hann einhvern veginn... Það er sem verður að gera. Það er bara... Og það var svona alveg sama hvert það kom og það er nefnilega, og það er svo merkilegt, hvernig maður saknar einstaklinga sem að maður elskar og missir að það er svona það myndast svona ákveðið tóm sko af því að það voru svo mikið læti alltaf þar sem þetta dýri komi en það er einmitt þetta svona mér finnst þetta heillandi Já, mér líka, ég elska þetta ég og einmitt að setjast út, við byggum í London og kom í heimsókn og hann labbaði bara einhvern veginn út með gítarinn og þú veist, svo bara svona liðu 2 tímar og allt í einu kemur maðurinn inn aftur þá er hann búin að setja eitthvað starf út á einhverju torgi Já, bara böska og bara böska, þú veist og það er eitthvað svona eitt af þessum ástæðum fyrir ég var líka ástækin af þessu einmitt að bara að vera að hafa séð böskara gennum líf mitt og alltaf finnst þetta svo rosalega fallegt og mér þess að því ég var lítill strákur að ferðast með móður mín og föður mínum var það lánsamur að geta ferðast með þeim til annarra landa bara til dæmis í Ítalíu eða eitthvað svona stæði þá var ég alltaf aðeins að graviteitaði rosalega mikið til heimilislaust fólk og böskara mamma var alltaf þá var alltaf bara komin bara hjá böskara og var bara, þú veist, þar Að því hann var að segja sögu? Já, bara dásamlegt. Mér varst það bara líka að vera einhvern veginn, þú ert þinn svona eigin meistari, þú veist, þinn eigin smiður
Varst þú líka með svona draum að vera með svona tóbaksklút á priki? Já, einmitt. Ég meina, hei. Einmitt, Ég er með tóbaksklút hálsinn í staðinn fyrir á priki, en já. Tóbaksklút á priki og eitthvað neginn svona einmitt og spila á gítar svona. Ég hugsaði þetta líka, sko. Nei, ekki spurning, sko. Og ég ennþá með svona, fantasíu óra það að ferðast allan heiminn bara með gítar og tróðu upp hver sem ég kem. Og veist, bara Einmitt, út á torgi bara. Mér langar að vera svona hópa og ferðast í lest sem, veist, að smygla mér á einhverja lest sem bara að fara yfir. Hoppa á milli vagna og Hoppa á milli vagna og vera bara, veist, hættan við það að vera böstaður og Já, við erum svolítið með sama flökku hobo-training, hobo-hopping, sko. Við erum með svona sama flökku hobo-drömmin. Já, ég hef alltaf verið með það alveg, ég veit að það ennþá alveg til fólk sem gerir þetta. En það er orðið miklu flóknara og erfiðara, en já, ég hef alltaf elskað það. Þetta er alltaf orðið bannað líka. Þetta er orðið miklu meira bannað og tekið miklu meira harðar á því. Þannig að það er búið að fæla marga frá, en það er alltaf fólk sem vill ennþá lifa þessum, hvað ég segja, ferðalanga draumi. Þannig að, já, ég gerir það, sko. Einmitt. En hvað heitir lagið? Lagið, þetta er sem sagt titillag plötunar minnar sem er að koma út, sem heitir Rise and Fall. En sem við tala Rísa og Falla. Einmitt. Og þetta verður sem sagt singull, hugsanlega. Kemur vonandi út bara í sumar. Þetta er bara alltaf klárast. Ég vona að singullin komum bara í endan júlí eða byrjun ágúst. Þannig að ég get lett okkur að heyra svona smá. Bara þegar tilbúið. Við höfum það bara, þú veist. Að ég byrja? Endilega. Feel the wind of your hair and your wonderful stare. I love you without knowing how. Oh, where from where? See you dance in the moonlight, all dressed up in blue. Shut my eyes and the world drops. I only ask for you. Find a little piece of heaven and a little piece of hell. And together we'll face the odds, and we rub back at them. I know you so well, every corner of your soul. No, it's not easy to stand as one, rise and fall. We go by the river with whiskey in hand, and we drink till the morning comes, and we sleep in our band. Blackbirds, they are singing the existence of love and the danger of affection, about the rise and the fall. I know you so well, every corner
Kæra þakkir, elsku Krummi. Þetta var ótrúlega fallegt. Nei, takk fyrir. Takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir að fá mig í spjall. Frábært að tala. Já, við einhvern veginn svona náum að tappa af alveg hérna í mun lengur en ég lagði upp með. Já, sko vel það, hérna, líklega nær 2. Dásamlegt, bara takk kærlega fyrir mig, þetta var mjög ánægulegt og skemmtilegt. Já, og bara takk fyrir að treysta okkur fyrir þessu dásamlega lagi. Já, bara þetta kemur út á í sumar. Já, þegar það tilbúið. Þegar það á að koma út, það ekki þannig? Jú, það tilbúið sko, það að fara í mastering. Já, ég heyrði það ekki hægt að bæta fullkomið. Nei. Það var bara þannig. Bara dásamlegt. Takk kærlega fyrir mig. Takk, elsku Krummi, og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfundur fyrir að hafa verið með okkur í þessum rússíbana sem Marathon Málþóf hefur verið. Þvílíkt og annað eins. Ég viðurkenni að ég hlakka svolítið til að vera heima hjá mér í kvöld og hérna kannski bara kveikja á einhverju í sjónvarpinu. Kannski ég hlusti bara á smá tónlist og fá mér smá rauðvín og hérna og bara svona, já, nái andanum svolítið eftir þessa keyrslu, en þetta var vel þess verið, það búið að vera gaman. Við fengum fjöldan allan af nýjum áskrifundum og til þess var leikurinn gerður. Við viljum endilega áfram hvetja ykkur til að gerast áskrifundur á samstöðum.is hnappur þar sem hægt að gerast áskrifandi, en einnig að bara bera út hróður stöðvarinnar sem við elskum öll svo mikið víða og hérna benda svona næsta manni á að til séu áskriftaleiðir og hægt sé að eiga hlutdeild einhvern veginn í þessu fjölmiðla ævintýri, þessu skrýtna ferðalagi sem við erum á hér. Ég þakka kærlega fyrir mig, ég heiti María Lilja og ég bara fyrir hönd starfsfólk stöðvarinnar þá segi ég bara takk fyrir okkur og góða nótt. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.